Við erum hérna með WC Einar Krotsvæl, nei fyrir ekki, hvað heitir? WC Krotsvæl, Einar Krotsvæl, með stóru K. Segðu okkur aðeins þarna frá hvernig þú ert að upplifa íslenska tónlistarbransan. Já, allavega nógu döður til þess að ég nenni ekki að fara út og fylgjast með. Ég held að það sé alveg bara allt fullt af okkur skápatölvunum hérna alla bæi og við erum aðeins að fara að kíkja út. Fá sér lattiskala og spila krassandi synthpop tónlist. Og það sem málið núna, sko. Hvað með synth-músíkina? Synth-músík bara ný bylting sem á leiðinni. Rauninni góðum tónlist. Bara hljómsveitir sem áheit rauninni Deepest Mode. En út í Noreg, Þýskalandi og við förum kannski ekki langt inn í Austur-Evrópu. Það mikið af tónlistamönnum sem að taka svona það sem við myndum kalla, bara eins og Kraftwerk og aðrar hljómsveitir. Anda þeirra, nema bara, þetta eins og bara venjuleg poptónlist, nema svolítið dökk og hrá og með fulla húmor. Og bara aðeins öðruvísi. Gæti þess að flækast sem danstónlist og þess að bara venjuleg poptónlist. Það getur verið jafn gay eins og það getur verið jafn hetero og það getur verið jafn þýst og teknískt samt verið með eitthvað svona smá krydda Eurovision og nóg. Maður veit ekki, sumt af þessu bara svona öfgakúl og annað þessu sem bara tekur það á staði sem þú vilt eiginlega ekki vera á, sko. Hvað best í synth? Ég myndi segja að vera allavega Panzerreps, End One. Síðan sjálfsögðu bara synth mjög náskilt industrial og þá myndi ég segja hljómsveitir eins og Lightback og sjálfsögðu Nine Inch Nails. Það svona allavega eins og niður sem hann að hlusta á. Síðan alveg fullt af öðrum hljómsveitum sem þetta bara mjög fjölþætt. Þetta nær svo langt. Fer svo langt inn á danstónlistina og svo langt yfir í gamla 84 popið. Einhver lokar? Ekki henda synthesizun, hann að koma aftur. Dusti á hann rikið og taki hundur saman og fara að hlusta á synth. Það bara eitt annað. Uppáhaldsnafnið Páskaegg.